Komið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí ætlum við að ræða við oddvita helstu framboða í borginni, spyrja það út í stefnu þeirra flokka í málefnum fyrirtækja og atvinnulífs, hvað vilja flokkarnir gera til að greiða götu atvinnulífsins, bæta stofnunar og rekstrarskilyrði fyrirtækja þannig að atvinnulífið dafni. Og hér ríður á vaðið með miðflokkshrossið í barminum, Ari Edvald, oddviti miðflokksins. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert náttúrulega búin að vera í kosningabaráttu, ertu ekki búin að heimsækja eitthvað af fyrirtækjum? Jú. Og fyrirtækjum og stofnunum og svona fundi, félagssamtök. Hvað eru atvinnurekendur að tala sem það heimsækir? Já, ég hef nú til dæmis verið að heimsækja atvinnurekendur í miðbænum sem endurspeglaðist í heimildarmyndböndum sem ég gerði það svæði og þeir sem ég hef talað við telja að það hafi verið þrengt mjög að atvinnurekstrunum þar og þeirra viðskiptavinnum og það hafi stuðlað að samdrætti og tilflutningi á starfseminni á önnur svæði innan og utan Reykjavíkur í Kringluna og Smáralind og svo framvegis. Þannig að menn telja það og líka fæ ég mikil viðbröð frá íbúum þar sem að gjaldskylda yfir tröllriðið eða fækkun stæða. Fólk tala bara að það finni fyrir félagslegri einangrun og komi fáir í heimsókn eða sé dýrt að heimsækja ættingja eða fara í barnaamali hjá barnabörnunum og svo framvegis. Þannig að ég fengi mjög mikil viðbröð og ég held að sé langt út fyrir akkurat til dæmis þau stæði sem það er hlut eða hagsmunið þess svæðis. Það er bara víða í borginni að fólk telur á undanförnum árum, ekki síðustu 16 árin, þá hafi borgaryfirvöld bara ekki hlustað á borgarna og fylgt sinni stefnu, ykkur hugmyndafræðilegu ofstæki, sem knýr á breytta lífshætti borgarbúa. Ég þá að tala ofur þéttingarstefnuna, þrengingu gagnvart umferð, gríðarlega fordóma gagnvart þeim sem að ferðast með bíl og þurfa stæði. Áherslur einhver samræmi við markaðsrannsóknir eða kannanir. Ég meina bara eins og varðandi íbúðunar að þetta fléttast nú saman, hagsmunir fyrirtækja og starfsfólks og þetta hafa starfsfólk að fólki vill minni íbúður en það vill svalir og það vill byrtu og það vill bílastæði nálægt heimili sínu. Við vitum alveg á þetta ekki hlustað. Fólki sem segir vill minni íbúður en þrýstingum borgarinnar á það að það sé byggðar stærri íbúður. Að það sé bara 15% íbúða í blokk séu minni og meðaltalið sé eitthvað nálægt 100 fermetrum. Þetta gengur ekki upp. Meðal fjöldi íbúa í hver íbúð er bara 2 og fer fækkandi En við horfum nú á hagsmuni fyrirtækjana. Þú kemur sjálfur úr fyrirtækjarekstri, hefur rekið bæði stór og lítil fyrirtæki í Reykjavík. Hvar sér þú tækifæri til að koma til móts við atvinnulífið í Reykjavíkurborg? Ég held að báknið sé orðið mjög ónæmt fyrir því að veita góða þjónustu og bregðast við. Og þetta kemur fram með ýmsum hætti og líka þá í sambandi við kostnað. Og þetta forsenda fyrir því að geta lækkað gjöld að vinna á óhóflegum kostnaði. Bara svo talið konkrétt að þá bara hafa eins og komið fram upplýsingar það varandi bara stjórnsýslukostnað. Að stjórnsýslukostnaður og íbúa 94.000 krónur hér í Reykjavík sem langstærsta sveitarfélagið sem 50% yfir meðaltali 5 stærstu sveitarfélagana. Og ef maður horfir á þau sem lægsta kostnaðin svo Garðabær og með minni Mósusbær 40.000 krónur 50.000 á hvern íbúa. Við erum með tæplega 140.000 íbúa þannig að á sama tíma upplifa okkar félagsmenn þannig að þjónustan versni bara. Akkurat, en þarna erum við að tala bara á þessum lið erum við að tala 7 milljarða á ári. En það er það sem að menn hafa líka verið að segja mig byggingaraðilar og önnur fyrirtæki sem að leita eftir leyfum eða fyrirgreiðslu eða íþróttafélög líka. Þeim bent á að senda tölvupóst og það ekki hægt að hitta á fólk en svo bara þeim tölvupóstum ekkert svarað og eins og sé enginn á hinum endanum og samt hefur
starfsfólki fjölgað og fjölgað. Það var nú bara í leiðara Morgunblaðsins í morgun, rakin hörmungarsaga eiganda pítsustaðar í Skipholti sem að var að opna pítsustað í rými þar sem annar pítsustaður hafi verið áður, en samt þarf að breyta. Var ekki kjúklingastaður? Já, mögulega, kannski er ég að rugglast og hafi farið úr kjúklingi í flatböku, en það, þú séð þetta, heyr ég, að það eru kannski 15 mánaða ferill að sækja samt innvitingaleyfi og það þarf að breyta teikningum og það gerð athugasemd við eitt atriði í einu og alltaf beðið 2 vikur í viðbót og svo framvegis. Já, því að það þarf að halda fund. Já, en þetta er, við gætum verið að tala um hvað sem er, ég kannski segja eitt brandara, sem tengist, gefa svona insight úr þessum myndbandaævintýru mínu, að ég var búin að taka upp þetta vídeó í miðbænum nokkrum dögum áður, þegar það kom frétt á Sýn, það sem var viðtöl við veitingamenn og mikil óánægja með þá stefnu sem hefði verið á málum hjá borginni og meðal annars sett mikið út á þetta, að vera bara að hrúa einhverju drasli í stæðin til að koma í veg fyrir að þau getur nýst. Að þá var mér að orði við unga menn sem voru að vinna í þessu með mér að nú eru þau að drífa út vídeóið, því það getur nú bara verið að þeir sæja að sér og myndu taka dótið, engar áhyggjur. Reykjavík getur ekki tekið ákvörðun svona hratt. Hvaða tillögur eru þið með til úrbóta á þessu? Hvernig er þetta að greiða úr þessum ofboðslega þungu ferli? Ég hef nú vísað til þess að ég hafi mikla reynslu á sviði rekstrar og allan á íslamska mælikvarða stór fyrirtæki þó þau sé ekki á stærð við Reykjavíkurborg. Þannig að en ég hef ekki frekar en ég vanur vilja úttala mig um einhver smáatriði, eftir er ég að benda á þessu stóra strókur. Rekstur borgarna sé ekki góður, þó að menn geti sagt, já, hann er nú ekki í taprekstri, þá þarf að benda á að það eru kreistar arðgreiðslur frá eins og Orkuveitunni sem þarf að hækka gjöld. Það eru pumpað upp verðmat á félagsbústöðum sem að er nú ekki neina smá tölur, þar á síðustu 10 árum nemur það 83 milljörðum. Það er verið að auka kostnað með lóðaskorti og álögum sem að var áður innifælið í skattekjum borgarinnar, að byggja leikskóla og skóla og annað slíkt fyrir skattpinningana sem var búið að taka, en núna eru það sérstök gjöld til viðbótar og nemur kannski 10 milljónum á íbúð sem að fólk þarf að vera að borga up front sem að eru ný gjöld, en allt þetta, ég segi að ef það veri leiðrétt fyrir þessu, þá eru þetta borgin í taprekstri. Þannig að það þarf að velta hverjum steini og það þarf að vinda ofan að þessu til þess að geta lækka gjöld. Það væri hægt að lækka vörugjöldin í Faxaflóahöfnum sem myndi koma okkar félagsmönnum og neytendum vel í staðan fyrir að vera að láta þær borga arð til borgarinnar. Já, ég sé ykkar málflutningi líka þegar við talaðum fasteignaskattana. Við erum mjög háir í Reykjavík, 1,6% og án þess að þú talar um þjónustu og nokkur skilgreins þjónusta sé þar að baki og svo eru auðvitað ýmis viðbótar gjöld fyrir fasteignar eigendan. Þetta eru gríðilega há gjöld og sama á auðvitað við bara fasteignagjöld á almenning sem er 0,18% og bara útsvarið líka sem er auðvitað í efstu hæðum 14,97%. Og þarna munar náttúrulega eins og í fasteignagjöldunum að bera saman önnur sveitafélög í kring að þau eru kannski 12-14% lægri heldur í Reykjavík, þannig að þarna eru alvöru fjárhæðir. Það er nefnilega orðin stór munur að Reykjavíkurborg er með fasteignaskattin á atvinnuhúsnæði í 1,6%. Kópavogur og Hafnarfjörður komið niður fyrir 1,4%. Þetta er munur sem að bara fyrirtækinu er farin að horfa í þegar að ákveða hvar þau ætla að staðsetja sig og greiða þessa skatta. Akkurat. Ég sé nú í kosningastefnun ykkar því að ætlið að lækka fasteignaskattana. Já, við höfum ekki sett einhverjar tölur í því? Nei, við höfum ekki sett tölugildi á þetta en eins og ég er að segja
að varandi rekstur borgarinnar að þá eftir mikla slægjast og þetta eru háar tölur á ári sem að við teljum að sé óráð síðan sko í reksturnum. En líka þegar þú talar staðsetningu, þetta kemur eiginlega allt saman. Því að þó við setjum ekki tölugildi, þá erum við að minnsta kosti komin með hugurinn komin þangað að það þurfi að bæta rekstur borgarinnar og það sé markmið að þurfi að lækka gjöld. En eins og heyrir bæði á sveitarfélagavísu og líka hjá frá ríkinu að það nú bara litið svo á að atvinnureksturinn sé bara einhver svona óþrjótandi auðlind að hækka þar skatta og það sé bara nóg að finna upp nýju orð fyrir skattahækkanirnar eins og bara einhverju peningar falla í himnum ofan það sé engin nýju skattar en samt eigi sko tekjur að aukast þannig að ég held að þetta sé líka bara mikið spurningum viðhorf við erum að eins og við vorum að tala áðan stjórnunin starfsliðið það ekki fókus að veita góða þjónustu og vera áhugaverður staður og staðsetning fyrir atvinnurekstur. Sama við fólk, sko. Þú veist, það tekið margt sem að við höfum verið að fjalla sko, sem að horfi til þess að það búið verið að knýja upp verð á húsnæði og að fólk sem vil eigna sitt eigið húsnæði, það verður bara að fara annað, sko. Reykjavík fyrir þá sem í félagslegu kerfi eða eldra fólk, en ef út yngra fólk og eignast barn, þá að flytja bara, Ölfus eða eitthvað annað. Og sama með fyrirtækin þegar ég bara heyri mörgum og með stærri fyrirtæki þau hafa ekkert áhuga á að vera í Reykjavík og setja sig niður vestan hringbrautar og það tengist þá líka þetta þessu óárans í umferðinni sem við erum að tala og líka bara virðingi fyrir fjármunum borgarbúa engin við erum að tala borgarlínu og maður staldra við því að það gríðarlega fjárhæðar að ræða og gríðarlega rask fyrir svæði og fyrirtæki. En það eins og öllum sé sama, eða mjög mörgum. Það nú fleiri og fleiri að vakna, en bara hugsa þér fjárhæðnar. Sko, nú nú ekki dæmi það að kostnaðaráætlun gildi, veist, og ef að áætlun sögðu verið eins og núna fyrir borgarlínu 136 milljarðar, þá má alveg búast við að það verði tvöfalt eða þrefalt, sko. Já, en þó að væri bara áætlun 136 milljarðar og þú horfir á notendur almenningssamgangna þá þessi fjárfesting 16,3 milljónir á hvern notanda þetta eru svo gríðarlega fjárhæðir en svo þegar að koma fram umferðarverkvæðingar og segja en það hægt að gera þetta ódýrar þú getur aukið tíðni og bætt vagnana og skapað öryggi haft forgangsakreinar í meira mæli og hægra megin, snjallstýringu ljósa þá bara 100 milljörðum ódýrara, það bara skiptir engu máli, ríkið ætlar að borga þetta Þannig að þegar þið auglýsið burt með borgarlínu, sko, nú hljóta allir að vilja efla almenningssamgöngur í borginni það verður að gera það, því að bílónum fjölgar en þá eru þið að tala slíkar lausnir sem sagt, forgangsakreinar hægra megin, ekki miðjunni snjallstýringu ljósa en þið viljið gefa í strætó eða hvað? Já, við höfum sagt við viljum betri strætó, við viljum bæta almenningssamgöngur og við viljum líka sko það hefur tekist aðeins að bæta strætóin með aukinni tíðni það líka bæta leiðakerfið en svo þarf að fá fólk til að prófa og við höfum talað að það nú ekkit hátala sko í þessu samhengi öllu þó að gerði tilraun með að hafa bara frítt í strætó í 3 ár, bara til að láta reyna á það hvað hægt að fá marga til að nýta sér hennar samgöngumáta, þess vegna höfum við talað það sem tilraun, en það hefur verið frítt í strætó að 13 ára aldri og nú við talað að fara með það að 17 ára aldri og Var þetta ekki prófað á Akureyri? Það frítt, ég held að það sé jafnvel frítt í strætó þar ennþá og það hefur ekki leitt til neinna róttækra breytinga á notkunni og það náttúrulega sama hérna í Reykjavík, það var í gríðarlegum fjárhæðum, sko 2 milljarða í að auka notkun á strætó á árabilinu 12-22 en notkunin jókst ekki neitt. Frekar hún sem hafi örlítið síð sko, sem hlutfall, bara tæp 4% í dag og fer ekkert upp úr því og það náttúrulega kannski vegna þess
að stæsti þátturinn í því hvort að bara þetta hendi þér. Þú ert kannski að fara á 3 staði og alltaf frá A til B og svo til C og svo eitthvað annað og veðrið slæmt og þú ert að sækja einhver aðra þannig að þið finnst bara ekki gangu upp fyrir þig að nýta þér þetta og fara einhvern hring sem annað en það sem þú ert að fara og vegalengd og stoppustöð og svo framvegis. En það hægt að samt að bæta þjónustuna og gera tilraun til þess og það það sem við höfum lagt áherslu á. Talandi áfram samgöngumálin, sko, félag atvinnurekenda hefur nú blandað sér í umræðana Suðurlandsbraut. Við eigum fjölda félagsmanna á Suðurlandsbraut og í Múlahverfinu upp frá Suðurlandsbraut sem að munu klárlega verða fyrir miklum áhrifum af sérstaklega þrengingunni sem áformuð gagnvart bílaumferð. Atvinnurekendur þarna í þessu hverfi hafa miklar áhyggjur af bæði fækkun bílastæða og bara verra aðgengi að sínum fyrirtækjum og bara hreinlega hugsa sér til hreyfings. Þannig ég búin að ákveða að spurja alla sem mæta hérna í þetta hlaðvarp. Ef þú kemst í meirihluta verður útfærslunni á borgarlínu Suðurlandsbraut breytt? Við segjum eins og þú sagðir áðan burt með borgarlínu þannig að við komumst í meirihluta þá verður ekki borgarlína en það verða almenningssamgöngur og það verða bættar almenningssamgöngur. En þessi óskapnaður sem fyrirhugaður á Suðurlandsbrautinni, ég hef enga trú á hann verði. Ég hef enga trú á því að þetta nái fram að ganga. En þetta er samt líka partur af því sem við vorum að tala áðan. Sko. Þú veist, þetta bara skiptir einhver máli þó að veitingastaður býði eftir leyfum bara árum saman þó að sé bara sama eða keimlík starfsemi að taka við. Það bara svo mikið skeytingarleysi og þarna erum við að tala alltaf 5.000 starfsmenn þegar þetta hverfið undir Suðurlandsbraut, Ármúli, Síðumúli og þeir hafa nú ég bara séð í blöðunum sko, það sem að þeir á mörkinni hafa haft forystu fyrir þessum fundum og talað að þetta umsvifin þarna sé á við 3-4 stór álver og samt bara keyrt áfram á því að þarna er bara að vera nánast lokað í 5 ár að minnstakosti og það er engin skilningur á því sko að það munur á stæði og stæði. Þú veist, ef þú verður að tala stæði við háskóla þá eru kannski 1 eða 2 sem nota stæðið yfir lunga deginum eða eru marga klukktíma en það sagði mér þegar að tala þarna 183 stæði að 183 og það samsvaraði þá svona 1500 viðskiptavinum þess að faktorin væri 8 sumir í korter og aðrir að borða og svo framvegir en svo hef ég heyrt líka tölur meiri fjölda stæða sem eigi að taka sko en ég held að þetta snúist ekki bara þá eins og peninga heldur líka og þá ekki bara að tala Suðurlandsbrautin heldur líka þess að tala starfsleyfi og slíkt að ég tala fyrir því og nefnt á fundum að sem þekkt erlendis frá að menn bara opna á eigin ábyrgð þegar það þekkt hvað skilyrði rekstur eigi uppfylla að þá bara geti hann tekka það af og opna á eigin ábyrgð. Það getur þess vegna verið skylda að komi fram og miða á hurðinni að hann hafi ekki hlotið loka úttekt en það er engin veitingastað, það er engin sem á meira undir að allt sé í lagi heldur en sá sem ætlar að selja fólki í mat þetta í mörg ár og ég man ekki eftir neinum dæmum að núna í nýliðinni tíð allavega að veitingarstaðir hafi valdið fólki heilsutjóni þau mál sem að ég þekki úr fréttum öll frá Reykjavíkurborg sjálfri leikskóli eða þjónustumiðstöð einhver og vitastíg Umhverfisráðherrann er nú aðeins byrjaður að opna þetta að það sé tilkynningaskylda frekar en starfsleyfi skylda á ákveðnum tegundum fyrirtækja þannig að það er möguleikar þar. Það er alveg klárt við þurfum nútíma væð okkur. En ef við tölum aftur breytingarnar í þessum samgöngu og bílastæðamálum það vakti náttúrulega athygli þessi bíltúrinn í Austurstrætinu. Það eru svona ég er ekki búin að gáði nokkra daga en það var komið yfir 190.000 áhorf sko. En til dæmis sú breyting það er ekki allir atvinnurekendur óanægðir með hana. Hún til dæmis bætir aðstæður vistgötu og göngugötu væðingin í miðbænum bætir aðstæður til vörudreifingar til dæmis af því að það er ekki önnur umferð að þvælast fyrir vörudreifingunni á morgnana þegar hún fer fram að mestu leyti.
Nei. Þannig að þetta er nú kannski ekki alveg svart og hvít, sko. Ég tel samt að þetta sé yfirgnæfandi og líka þegar þú horfir á tölur yfir það hvað fyrirtækjum hefur fækkað mikið, þá talar það bara sínu máli. Það er alveg auðvitað er það rétt að ef að það má enginn keyra eftir götunni nema bara þeir sem eru að koma með vörur á tilteknum tíma, þá er þeirra aðstæða til vörudreifingar betri, það segir sér sjálft. En það þarf náttúrulega líka að dreifa færri vörum ef að það eru færri viðstafinir og veltan hefur minkað mjög mikið. Ef við sjáum það bara, það var hátt á annað 100 fyrirtæki þarna á þessu svæði Laugavegur og til Skólavörðustígs. Það verið að koma menn að máli við mig sem hafa verið þarna í rekstri í meira en hálfa öld, sko. Og þekkja alla þetta starf, Laugavegs samtök, Þróunarfélag Reykjavíkur og svo framvegis. Og það var hlustað á áður og bara þetta er ekki bara pólitískt, sko, getur sagt einhliða, því að menn tala mjög vel um það breytingar sem voru gerðar á Laugavegi í tíð Ingibjargar Sólrúnar. Laugavegurinn var fallegur og það var einstefna niður Laugaveginn þar sem að var bara kannski 10 km hraði, skásett bílastæði til hliðar og þetta gekk bara vel. Af hverju þurfti að vera aðtast í þessu? En en það er náttúrulega mikið rætt núna og við erum að tala um starfsumhverfi atvinnulífs, verðbólgu. Ég tel að Reykjavíkurborg beri miklu meiri ábyrgð í því að kynda undir aukinni verðbólgu heldur en að hefur verið greint og hefur verið athygli á. Og ég var að fjalla um það nýlega að frá því að gerðu var þessi samningur milli sveitarfélagana Vaxtarmörk árið 2015 sem var hafður óbreytanlegur í 25 ár sem er sjálfu sér að mínum að þetta er mjög óskynsanlegt. Það er ekki takt að negla niður svona þetta vera og svo eða kíkja á það aftur 2040. Að þetta verður auðvitað stuðlað að eins og allir hafa átt að sjá á hækkun lóðavers og að það sé bara orðið 200.000 á fermetra lóðakostnaður. En það er miklu meira en það, eins og ég var líka að ræða þessa þróun með að ýta síðan frekari gjöldum á íbúðakaupenduna. Þessi krafa að byggingaraðilar láti 15% af íbúðunum á mjög lágu verði til félagsbústaða, 35% afsláttur eða jafnvel meira, sem auðvitað leggst á hinnar íbúðunar og innviðir sem að fólk hefur áður talið sig vera að borga fyrir í sköttunum. Og við sjáum til hvers þetta leiðir þegar fólk hefur ekki lengur efna á að kaupa íbúðir að fleiri og fleiri þó að það sýnir sig í könnunum að 90% fólks vill búa í eigin húsnæði og í okkar kynslóð er að minnsta kosti 80% í eigin húsnæði en ungt fólk það sér ekki fram á að geta gert þetta en svo sjáum við eins og þegar verið að setja fram glærukynningu þetta hverfi Hallir í Úlfarsárdal að þar sem áður voru 1200 íbúðir skipulagðar í svipuðum stíl og var áður komið á þessu svæði og í Úlfarsárdalnum þá var allt í einu keyrt á 4.000 íbúðir og það er út af þessum vaxtamörkum að það er ekki hægt bara nýta stærra svæði því að áður var miklu stærra svæði undir og líka eins og Geldinganes og svona að Þú segir að stefnan keyri upp húsnæðisverðið og svo þurfa að plástra og þess vegna þurfi 35% að vera eitthvað skona félagslegt húsnæði sem er þetta fráleitt og þetta er ekkert nýtt undir sólinni þetta ástand 1978 til 82 manstu var komið svona skortur þú fékkst ekki lóð undir húsnæði sem sóttur heldur fékkstu punta fyrir að hafa ekki fengið lóðin og puntakerfi og svo safnaður punktum og gerði vonir kannski að fá lóð einhvern tíma seinna og svo þegar Davíð Oddsson tók við þá var bara opnaður grafóðurinn og allir gáttu bara mætt og sett teiknibólu á lóðina þess að ætluðu að byggja. Ég held að verðum að endur uppgöta þetta og það verði bara að brjóta meira land og ykkur út mörkin. Það er nóg pláss. Það er nú svo gott á Íslandi. Það skortur ekkert pláss. Það er hægt að Ég er ekkert að tala að dreifa byggð eitthvað langt umfrá það sem að þarf til að verða óhagkvæmar samgöngur eitthvað. En það er alveg nægt rými til að víkka út byggðina þannig að fólk það sé hægt að þróa borgina á þann hátt sem að íbúarnir vilja. Það sé rýmra fólk og við höfum útsýni til sjávar og fjalla og getum notið náttúru en
þetta ekki bara svona kasta fram að það hefði stuðlað hærri verðbólgu. Allar götur frá því að þessi samningur um vaxtamörk var gerður, þá hefur húsnæðisverð leitt verðbólguna í 9 mælingum af hverjum 10, í mánaðalegum verðbólgumælingum. Allan hennan áratug og menn segja, já, en það út allt, það ekkert bara Reykjavík. Nei. Meðalfermetraverði var 89.000 krónum hærra 2015 í Reykjavík. Það núna tæpum 190.000 krónum hærra, heldur en í sveitafjölugum annar staðar. Þannig að umframverð, eða það hvað Reykjavík með hærra fermetraverð heldur en önnur sveitafjölug, það búið að meira en tvöfaldast frá því að þessi samningur um vaxtamörk var gerð. Þannig að það alveg augljóst að þetta alveg grundvallar forsenda til að slakna á þessum verðbólgu belg og bara hleypa loftinu úr þessari ófreskju. Það að slaka á þessu og rýmka byggðina. Tölum enn eitt sameiginlegt hagsmunamál kannski almennings og atvinnulífsins. Sko Reykjavíkur leiðin svokallaða í leikskólamálum hefur ekki vakin en að sérstaklega lukku hjá atvinnurekendum. Það er áfram erfitt fyrir foreldra að finna dagvistapláss eftir að fæðingarorlofi lýkur. Borgin leita stöðugt við að stytta vistunartíma til að létta álagi af starfsfólki eftir að hafa stytt hjá því vinnuvikuna í rauninni umfram það sem að samningar endilega kváðu á sko. Akkurat. Við það bætast síðan umferðartafarnir í borginni kvölds og morgna. Það er bara meira þetta mál að koma barni í leikskóla og sjálfum sér í vinnuna og tilbaka seinnipartinn og þetta býr allt saman til endalaust stress og getur reynt á þolinmæði vinnuveitenda. Þið boðið nýjar lausnir í þessum dagvistarmálum. Hverjar eru það? Já, þú tæpir nú þarna á mörgum þáttum og sem snýra atvinnulífinu að því að þetta auðvitað að verða að hækka launakostnað fyrirtækja með því að draga úr vinnuframlagi en hafa sömu laun. En það var nú reyndar kynnt sem eitthvað svona hókus pókus að það myndi vinnutíminn myndi styttast en framleiðslan, þjónustan eða outputið myndi vera bara alveg óbreytt. Ekki alveg hverjum tókst að selja þessa sögu, en það sem auðvitað hryggilegast í þessu að þetta auðvitað hagsmunamál almennings og fyrirtækja sem við erum að tala og reyndar mitt mann þegar við á þessum tíma í gamla dagi samtökum atvinnulífsins að í öðrum borgum eins og Dublin og svona þá var atvinnulífið að tala alltaf ferðatíma innan borga líka út frá vörudreifingu en bara sem mælikvarða á gæði starfsumhverfis og það auðvitað ömurlegt ef að mjög stór hluti af þessari vinnutímastyttingu fólks tekin tilbaka bara í umferðartöfum. Alveg eins og maður talar samkeppnishæf laun að þau eru alltaf markaðslaun eftir skatt það sem þú hefur í vasan þá auðvitað vinnutíminn eða sá tími sem tekur það inna vinnuna af hendi frá því þú þarft að leggja af stað úr þínu heimili eða bara öðru sem þú vilt verja þínu tíma í til þess að fara að stunda vinnu og þangað til þú komin tilbaka út úr því. Þannig að verkalýðshreyfingin alveg hljóð yfir þessu og hefur ekki sagt múkk þó að það sé kannski verið að taka kjara ávinning launafólks bara til nokkura ára tilbaka í gegnum þetta. En þá beint að leikskólanum, við erum nú báðir mjög jafnréttissinnaðir menn og þessi lausn á þessu eins og með marga aðra þætti sem að hafa voru eingöngu inn á heimilum áður en farið út hefur þetta verið lykil þáttur í að skapa þessar forsendur jafnréttis og jafnrar atvinnuþátttöku kalla og kvenna. Þannig að það er ekki gott hvað það hefur verið erfitt að glíma við þetta viðfangsefni leikskólana og það reynda dálítið skrítið í Reykjavík því að það hefur fækkað börnum. Það er 10% færri börn í Reykjavík núna heldur en aldamótin. Ef við vorum 6.600 þá, við erum 6.000 núna. Man ekki alveg hvort að frá 1 til 5 eða hvað skiptir ekki máli, hlutfallið 10% sem fækkun.
en það er við vanda að glíma og það hefur ekki staðist, það eru raðsvikin þau loforð sem hafa verið gefin í undanförnum borgarstjórnarkosningum að leikskóli taki við að loknu fæðingarorlofi 12 mánaða börn og eldri og að þá höfum við sett það fram að auðvitað er stemt að því að það sé boðið upp á leikskóla fyrir öll börn. En við séum í þeirri stöðu að við eigum ekki að neita okkur lausnir og það þurfi ekki að vera ein stærð sem hentar öllum. Þannig að við vörpuðum fram og höfum kynnt sem okkar stefnu heimgreiðslur. Og við höfum bara sagt 250.000 krónur á mánuði og sem þarf auðvitað að ná samkomulagi við ríkið að sé þá beint til fólks, því að auðvitað eins og við þekkjum allt svona, það getur lent í því að skatturinn vilja nú taka helmingin af því, en auðvitað ætti ef að viljinni fyrir hendi þessi leið að geta verið án truflunar af því, ef við tökum bara júskifilýsinguna daginn að þetta ætti að standast, þetta gamla loforð leikskóla frá 12 mánaða aldri og 100% systkina afslátt og 50.000 krónur þak á kostnaðarþátttöku, að við vitum að hvert pláss fyrir barn á þessum aldri fyrir sveitarfélög að útboða er talið vera á bilinu 500-600.000 hvert pláss. Þannig að þú ert þá að tala 1.000.000 til 12.000 á mánuði kostnað sveitarfélags við þessi 2 börn, þessi systkini, það sem eiga þáttakan að vera 50.000. Þannig að við sjáum líka af þessum tölum að kostnað þáttaka er tiltölulega lítil í þessu leikskólakerfi, en þú veist, þá getur alveg hugsað veitu, okkur er ekki skattlagt neitt þá þessi 900.000 kall til milljón sem eitthvað slíkt sko. Þannig ég bara segi það ætti ekki að vera vandamál, en við bara segjum heimgreiðslur, dagmæður sem voru sjálfstæði leikskólar, fyrirtækja leikskólar, við höfum ekki að neita okkur neina lausnir, við höfum bara að vera opin fyrir þeim tillögum og formum sem að bara spretta upp og geta verið hlutað að leysa vandan. Þannig að borgin haldi í rauninni áfram að fjármagna en rekstrarformi getur verið alls konar. Ég tel nú alltaf í þessu samhengi og líka í heilbrigðiskerfinu og annað að fjármunir eigi að fylgja viðskiptavininum, barninu, sjúklingnum og svo framvegis. Aðal gagnrýni sem hefur komið á þessar heimgreiðslur er að þetta sé andstætt jafnrétti og grafa undan jafnrétti og við séum bara miðflokkurinn sé að segja að mæðurnar eigi að fara heim. Í fyrsta lagi þá er þetta ekki það sem maður heyrir frá yngri foreldrum. Þeim finnst ekkert eitthvað að liggja augum uppi að það sé frekar móðurinn heldur faðurinn eftir að 12 mánaða aldri barns er náð sem að væri heima. En líka á hinn bóginn þá er greinlegt að fólk átta sig ekki á því að fæðingarorlofskerfið sjálft er útsett fyrir nákvæmlega sömu gagnrýni. Þegar ég var að vinna við það að koma á þessu fæðingarorlofskerfi eða bara sem þáttakandi í kjarasamningum vorið 2000, þó að ríkið setti þetta fram og þessu lögum fæðingarorlof, þá var það náttúrulega í samráði við aðila vinnumarkaðarins að fyrirtæki tæki á sig aukið tryggingagjald og hluti þess væri greiðsla í fæðingarorlofssjóð og auðvitað borgað sama hlut öllum launum, líka háum launum, þá var fyrst ekkert þak og fæðingarorlofsgreiðslu voru 80% af launum og þáttaka karlmanna í fæðingarorlofinu var mjög almenn. En síðan gerist það þegar að hálaunamenn fóru að taka fæðingarorlof að það gekk fram af fólki, bankastjóra ætti ekki að fá 80% bankastjóra launum úr þessum sjóði og sá þetta sem einhvern félagslegan sjóð, þannig að það er að setja þak. Síðan er þakið sett bara nálægt meðalaunum og svo er fæðingarorlofi lengt, 6 mánuðum í 12 og svo tala fólk líka það sem hluta af lausn að lengja. En ég segi að menn verða að horfa á það líka alveg sem vorum að tala áðan, með að ef að menn ætla að hafa lágt þak á fæðingarorlofi og lengja þá er það ekki jafnréttisaðgerð. Síður en svo. Nú tíminn að sjálfsögða að hlaupa frá okkur. Loka spurning. Og nú þurfum við að fá stutt svar. Af hverju ætti fólk sem er að reka fyrirtæki eða langar til að stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Miðflokkinn? Af því að Miðflokkurinn stendur með atvinnulífinu og skilur þessi vandamál sem við vorum að tala og vill leysa úr þeim. Við viljum bæta þjónustuna og við viljum lækka gjöldin
og til þess þarf að taka til í rekstri borgarinnar og við höfum sett það fram að það er nákvæmlega það sem við viljum gera. Ari Edwald, takk kærlega fyrir komuna í Kaffikrókin. Takk miklu frekar.